Komið sæl. Nú ætlum við að byrja á hefti númer 2 sem að fjallar hlutföll og prósentur. Ég ætla að byrja á að leyfa mér að sýna ykkur eina glæru sem að við reyndar tókum fyrir í hefti 1 líka, sem er svona ákveðin kynning á því hvernig hlutföll eru skráð og notuð. Hér sjáum við að tala að þegar verið er að skrá hlutföll milli 2 stærða, þá er það oftar en ekki skrifað með þessum hætti hér, en stundum er að líka skrifa sem almennt brot. Hins vegar er rittakturinn hérna aftari, hann er algengari fyrir hlutföll. En þar sem að það er hægt að skrifa þetta sem almennt brot líka, þá er hægt að vinna með það þannig og nota reglur í tengslu við þau. En það sem skiptir máli er að þegar verið er að skrá hlutfall milli 2 hluta, þá þarf maður að passa að það atriði sem talið er upp fyrst, það er alltaf sett sem fyrri tala eða teljarinn í almennu broti. Teljar er á toppnum hérna. Og síðara atriði sem er talið upp, það er þá lýst með aftari tölunni eða nefnaranum. Þannig að ef við tökum sem dæmi hér hlutfall milli hæðar og breiddar ferhyrnings, að það sé 3/7. Nú fyrst að hæðin er talin upp fyrst, þá þýðir það að hæðin sé 7. Og breiddin er talin upp sem seinni kostur og þá er það aftari talan sem táknar breiddina. Nú ég gæti snúið þessu við og sagt hlutfall milli breiddar og hæðar er 3/7 og þá í þessu tilviki er breiddin 3, af því hún er talin fyrst, en aftur á móti hæðin er þá 7. Og síðan er hægt að skrá hlutfalli 3/7 og það er líka hægt að skrá það sem hlutfalli 6/14 og þetta er sama hlutfall og það er einfallega vegna þess að það er hægt að líta á þetta sem sambarilegt og almennt brot. Það er að segja að 3/7 er nákvæmlega sama tala eða jafngilt brot og 6/14. Það sem búið er að gera hér að það er eiginlega bara búið að lengja brotið 3/7 með 2. Og það er hægt að stytta það líka og þess vegna er hægt að skrá þetta sem margfeldi 1, eða sem hlutfalli 1/2,33. Þá er ég einfallega búin að stytta þetta brot hérna með 3 til að fá þetta hlutfall hérna út. Og oft er það þannig að hlutfall eru skráð sem 1/móti einhverju tölu. Þannig að við viljum að fyrri talan sé 1 og það er einmitt gert með að stytta. En ég set stytta innan gæsalappa vegna þess að maður kannski talar ekki um að stytta hlutfall. En aðferðin við að stytta þau er nákvæmlega svo sama og að stytta brot. En snúum okkur þá að því sem er nýtt í þessu hefti. Við ætlum að skoða dæmi sem að hjálpa okkur að finna hlutföll milli hæðar og breiddar í einhverjum rétthyrningum, svo sem tölvuskjám eða sjónvörpum eða einhverju slíku. Og hér er eitt dæmi og það byrjaði að gefa okkur upp að hlutföll í sjónvörpunu er 1,33/1. Þetta hérna er inn í sviga vegna þess að það þarf svo sem ekki að gefa þetta upp, vegna þess að öll sjónvörp sem ég hef hort á, þau líta svona út. Þau líta semst ekki svona út. Þannig að ég á að geta sagt mér það sjálfur að stærri talan, hún hlýtur að tákna breiddina hér. Og minni talan hlýtur að vera hæðin. En þetta er semst tekið fram hérna til öryggis og stundum er það gert í dæmum, en ef ekki þá er eitthvað sem gefur til kynna hvort er breidd og hvort er hæð. En nú kemur raunverulega dæmið og spurt er hver er það breidd á sjónvarpsskjá ef að hæðin á skjánum er 45 cm. Þá get ég byrjað á að nýta mér að ég veit hlutfalli milli breiddar og hæðar og ég set það bara upp sem almennt brot. Ég gæti svo sem haft hæðina fyrir ofanstrygg og breiddina þetta niðri, en þá þarf ég bara að passa þegar ég setjum tölurnar að hæðin, hún þarf að vera 1 og breiddin 1,33. Þannig að það skiptir meira máli heldur hvort er uppi og hvort er niðri. En þetta er semst það fyrsta og svo er gefið í dæminu að hæðin er 45 cm og hæðin er einmitt hérna fyrir neðanstrygg. Þannig að ef að hlutfallið á að halda sér í sjónvarskjánum, þá hefur skjár sem er með hæðina 45 og hann verður að hafa sama hlutfall og upp er gefið og þess vegna getur búið til hérna 2 brot sem eru jafngild. Þetta er hlutfallið hérna milli breiddar og hæðar og það þarf að vera sama í
stóra sjónvarpinu. Þegar ég skoða þessi brot hérna og vil að þau séu jafngild, að þið unnum með svona í heftinum tölur í fyrra og ég ekkert verið hræddur það núna þó að séu komið tölur þarna. Þetta nákvæmlega eins, ég get spurt mig með hverju búið að lengja þetta brot. Það að segja að nefnarinn var 1 í fyrra brotinu og hann á að vera 45, með hverju hefur brotið verið lengt. Og það tiltölulega einfalt að sjá að það er búið að lengja brotið með 45 og ef ég lengi brot þá að sjálfsögðu verði ég að lengja með sömu tölu uppi og niðri. En leið og ég geri það og þá fæ ég að vita hvað x-ið er hérna sem er þá breiddin og það er það sem við erum að spyrja í dæminu. Þannig að ef að hæðin er 45 í sjónvarpsskjá þá verður breiddin að vera 59,86 til þess að hlutfalli sé hérna 1,33 á móti 1. Þannig að þetta er það sem var spurt Nú við getum tekið annað dæmi sem er mjög sambarilegt og aftur byrjum við með sjónvarp sem er í hlutföllunum 1,33 á móti 1. En nú er spurt hver er hæðin og gefið að breiddin er 65 cm. Að sjálfsögðu get ég notað sömu aðferð aftur, byrja að skrifa upp hlutfalli milli breiddar og hæðar. Það er það sem er gefið í upphæðu. Og því næst bæti ég inn breiddinni sem er hérna fyrir ofan strikk og þess vegna setja ég 65 fyrir ofan strikk og ég ætla að leita eftir hæðinni sem er það axi, þegar ég tala fyrir neðan strikk. Og aftur skoða ég þessi tvö brot hér. Þau þurfa að vera jafngild, þannig ég get spurt með hverju búið að lengja brotið núna. Og það er kannski ekki jafn auðvelt að sjá með hverju búið að lengja 1,33, þannig ég fá út 65. En í staðinn fyrir að prófa okkur áfram, þetta eru svona komið tölur og gæti tekið heila eilíð að finna nákvæmt og rétt gildi. Og þá get ég spurt sjálfa mig 1,33 sinni og hvað er jafnt á 65. Og þá til þess að fá nákvæmlega tölu þar, þá ger ég 65. Ég get litið á þetta sem jöfnu og spurningamerki hérna er x. Ég færi þá 1,33 yfir. Deili til að finna x-ið. Og þá kemur út 48,87. Og passa ykkur þegar þið eru að vinna með vasareikni þar sem upp kemur eitthvað svar sem þið þurfið síðan að nota. Það eru margir aukastafir í svarinu, ekki hreinsa skjáin á vasareikninu. Ef þetta birtist í gluggunum hjá okkur og það er talan sem við ætlaði að lengja brotið hérna með, ítið þá bara beint á margföldunumerkið í staðinn fyrir að hreinsa skjáin og fækka þar með aukastöðunum og minnka nákvæmni í útreikningum. En allavega ég er búin að finna með hverju brotið hefur verið lengt og ég lengi þá uppi og niðri með 48,87 og fæ það út hver er hæðin, eða það sem var að spyrja og hæðin í þessu tilviki er þá 48,87 cm. Og svona dæmi verðið að glíma við í þessum fyrsta kafla í þessu nýja hefti. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig í bili og gangi ykkur vel.